Góðan daginn og innilega velkomin í Kundalini Yoga tíma. Við ætlum að vinna eina af mína uppáhaldskríum og alltaf þegar ég kennt hana fæ ég góð viðbrögð. Hún losar spennu í líkamanum þannig að við erum mikið í sjálfsnutti og tappa, nutta, slá, ekki slá en þú veist, nutta. Ok, og hún heitir Getting the Body Out of Distress. Þannig að við ætlum bara að byrja strax. Þannig að ég býð þér að koma þér vel fyrir, hækka undir setbeinin þín. Þegar það er komið að loka augunum, gefa slaka inn í kjálka, leyfa þér að lenda, finna fyrir þér í andartakinu. Draga djúpa andardrætti hér, finna að þú dregur þig nær þér, flytur allt heim, inn og nær hjarta og inn í kjarnan þinn. Þannig að þú finnur hvernig þú safnar orkunni saman og hún verður öll hérna í þessu innra rými. Þannig að allar hugsanir sem leita fyrir utan skynjunina flytjum við mjúklega heim án þess að dæma þegar hugurinn dettur í það sem er honum auðveldast að greina, gera, framkvæma, að það mjúklega gefa honum leyfi, komdu, elsku hugur og sestu í mitt fang. Þú mátt hvíla hér með mér. Og ef það kemur hvati til þess að dæsa, leyfa þér allt sem þú þarft. Þess að geta fundið aðeins betur fyrir þér, fundið fyrir öryggi, fundið fyrir að spennan má slakna og þú mátt mæta hérna þessu hráa og viðkvæma dýrmæta í þér. Móamantran segir, hvíldu í þögninni í þínu hjarta. Allt er eins og það á að vera og það er ekkert sem þú þarft að gera. Þannig ég býð að finna fyrir þessum orðum. Það er ekkert sem ég þarf að gera. Og allt sem ég leiðbein inn í, alveg svo inn í móanum, er boð og þú ræður hvort þú þiggur það. Þetta er allt í virðingu við þig. Og í Kundalini Yoga erum við vissulega að vinna með segluna á áræðnina. Við erum að vinna með seglu inn í taugakerfið okkar. En ótrúlega mikilvægt, sérstaklega ef við erum að fást við kulnun, er að vera alltaf í hlustun. Þannig að þegar við erum komin yfir mörkin okkar og við finnum svona lamandi þreytu, þá erum við að fara of langt. Þannig að þetta er allt dagsformið og hvar við erum tíðarhring, ef við erum með tíðarhring og bara hvað er að gerast í okkar ytra og innra lífi, þið vitið. Þannig að þetta er svo mikilvæg partur af virðinu er að hlusta. Þetta er allt æðislegar æfingar sem hjálpa okkur að losa og koma blóðflæðin í gang og lífsorkuna af stað. Þannig við þökkum fyrir það með einum djúpum andardrætti inn. Út. Jæja. Við ætlum að nutta að lóna saman. Við stillum inn með Om Namo Guru Devi Namo. 3 sinnum. Og finnum bara hérna svolítið góðan hita inn í líkamann. Þumlar koma við, bringu bein og við lengjum hrygginn. Við ætlum að anda saman inn nefið. Út munninn. Öndum aður nefið og byrjum mantran okkar. Om Namo Guru Devi Namo. Om Namo Guru Devi Namo.
halda hér, finna tignarleikann risið, spennum grindarbotninn, naflinn inn og upp, lengjum okkur, finnum fyrir okkur, þrýstum lófunum saman og gefum eftir hér, slökum öllu niður, hendur fá að hvíla í kjöltunni og við finnum hökuna leita niður að bringu. Við ætlum að koma í hringi hérna um höfuðið, höndum að yfir vinstri öxl og aftur og frá yfir hægri öxl og fram. Og ef hálsliðir eru viðkvæmir getur verið gott að fara bara hérna fram og yfir öxl, fram og yfir hina öxlina. Þá erum við ekki að láta höfuðið falla aftur nema sé í lagi. Hér miðar hreyfingin að því að tengja við líkamann, njóta hans, finna virðið, gefa eftir, skoða hvað er að gerast í líkama, huga, anda, vera vitni sem að ber með sér samkennd og umburðarlyndi, aðdáun og kærleika. Næst þegar höfuðið kemur fram, skiptum átt, vendum að, hægri öxl og aftur, frá vinstri öxl og fram. Þegar hugurinn reynir að toga því alla eða allan annað, að mjúklega flytja hann aftur í fangið. Þú mátt hvíla með mér. Við ætlum bara að vera hér og njóta þess að skynja og finna. Ekkert annað skiptir máli núna. Öndu síðan að lengjum okkur upp. Frá öndun sleppum við tökum, gefum eftir. Áður en við hefjum kríuna ætlum við að rétta úr báðum fótum fram og hrista okkur aðeins. Hrista okkur svolítið vel. Við ætlum að finna eina góða frambeygju. Við ætlum að leyfa henni að vera mjúkri þannig að við byrjum bara á höfðinu. Hakafellir niður að bringu. Svo finnum við opnun inn í brjóstbakið. Niður eftir miðbakinu, mjóbakinu. Drögum naflann inn og leyfum okkur að hanga aðeins fram. Og ég minni alltaf á alla frambeygjur, fara varlega ef að þú ert með verki í neðra baki. Og þá beygja hnén og leggja iljar við jörðu. Annast hér, gef eftir, finna efri part líkamanns bráðna, slakna, finna fyrir bilun á milli hryggjarliðanna þinna. Og hér velkomið að rugga aðeins hægri og vinstri. Að dúa upp og niður og við skoðum í leiðinni hvað er að gerast í mjaðmum, mjaðmagrind, neðra bakinu. Hvernig eru herðablöðin og bili á milli þeirra? Hvernig eru hálsliðirnir? Við höldum fótunum hérna útréttum. Þegar við byrjum kríun okkar og við ætlum að nota hérna lófana til þess að tappa eða slá létt hérna alveg við nárasvæði, þannig efst á lærunum. Og hér er mjög mikilvægt að halda hækkuninu undir setbeinunum. Jafnvel ganga setbeinum meldi aftur þannig við náum að vera tignarleg hérna með hrygginn, beinan. Og svo bara
klöppum við, búum við til einhvers konar takt og það má vel slaka á ökklunum þannig að við þurfum ekki að spenna neina vöðva. Það er bara vöðvarnir umhverfis hrygginn og í bakinu sem heldur okkur hérna uppréttum. Og þú finnur hérna hvernig allt fer svona aðeins að losna, svona eins og við séum að losa uppsafnaða spennu eða tog umhverfis mjaðmagrindin og mjaðmakambana niður eftir nárunum. Höldum áfram vissulega að anda, ekki gleyma að anda. Anda, ekki andast, eins og vinkona mín segir. Ok, endum síðan að, hvílum hendurnar í kjöltunni, lófarnir vísa upp hérna. Og gefum eftir, slökum betur inn í hérna lærin. Og við leitumst við að halda augunum sem allra mest lokuðum ef við finnum öryggi þannig að við getum fundið hvað er að gerast við hverja æfingu og það sem við veljum að gera hér. Núna leggjum við flata lófa yfir hnén og með smá þéttni ætlum við að nudda hringlaga hreyfingar bara á alveg miðja hnéskilina. Þannig að við finnum að við hreyfum hann aðeins til. Og ég veit ekki með ykkur, hnén mín er svo afskaplega kát að fá smá hlýju og ástúð eftir all þessi skref sem við tökum í lífinu, fram og tilbaka og hægri og vinstri. En að myndaðu smá þéttleika, þannig að þetta nudda hnén. Og hérna dveljum við í 1 mínútu í viðbót. Augun lokuð og við leyfum okkur að vera í hnjánum, skynja hnén. Sjá hvort það sé eitthvað sem hnén vilja segja. Ef það er eitthvað sem við megum sleppa að gera eða gera öðruvísi eða gera meira af. Og við finnum fyrir áhrifunum alveg upp í mjaðmir og grindabotnin í mjaðmagrindina og jafnvel eins og gæsahúð upp eftir hryggnum. Finnum fyrir áhrifunum niður í sköflunga og niður í tærnar. Höndum síðan að, slökum á, geymum lófa á lærum. Dæsum, sleppum, gefum eftir. Og við heldum áfram með þessari umhyggju, fætur eru fram og við ferðumst svona eins og 10 cm fyrir neðan hnén að utanverðu. Þannig að hér við ætlum að búa til hnefa og við ætlum að nudda þetta svæði hér. Þannig að eins og áðan þá finnum við eitthvað takt. Slökum bara á ökklunum, þannig að 10 cm fyrir neðan hné að utanverðu. Og alltaf má beygja hnén hérna og gera þetta eins þægilega og þjónar þægilega fyrir líkamanninn. Þannig að við erum bara að nudda hérna kálfana eða fyrir utanverða sköflunga fyrir neðan hné 10 cm utanverðu. Þú finnir einhvers konar takt og þéttni. Kannski viltu prófa aðeins að tappa þéttar á. Við finnum hérna alveg orkubrautirnar, hvert það liggur líkamann. Líkamann eitt samfellt kerfi. Höldum örlítið lengur. Hvílum síðan, hendurnar koma í kjöltu, við krossleggjum aðeins fætur.
Finnum okkur hér. Aftur fáum annað tækifæri til þess að nudda hnén. Réttu úr fótunum, göngur setbeinum aftur, leggjum flata lófa, hnéskilina og við nuddum hérna. Þetta er bara stutt. Þannig að gefðu þið allan allt í þetta. Augun lokuð, finnum, þökkum, takk hné, takk fætur, takk skynjun húðar, takk frumur. Höldum örlítið lengur áfram. Og öndu síðan að, hættum hreyfingunni og frá. Við höldum áfram nuddi og áfram svona þétt með hnefunum okkar. Nema nú ferðast við 10 cm fyrir ofan hnén að innanverðu. Og við höfum þetta svolítið þétt og svolítið góða, svona gott nudd. Og ef það er betra fyrir að leggja iljarnar saman og vinna þið hér eða krossleggja fætur, þá er það líka velkomið. En ef að fætur við fram að leyfa tánum að falla út til hliðina, en ef við hefum aðgengi að þessum stóra vöðva hér, nuddum vel. Og leyfum að skoða hvert þetta leiðir. Leiðir þetta mögulega aftan í setbeinin eða niður í stóru tá eða utanverðum sköflunga. Hvar finnur við fyrir þessi hér? Höldum lengur, aðeins áfram. Findu þinn takt. Hvort það sé einu megin í einu eða báðum megin á sama tíma. Öndum að, sleppum. Hendur hvíla á lærum, lófarnir, snerta lærin. Gefum eftir. Finnum áhrifin hér. Við finnum hérna áhrifin allan líkamann, alveg inn í augnlokin og upp í höfuðið. Við erum að örva blóðflæði hérna líkamann. Þegar þú ert tilbúin að ferast inn í næstu hreyfingu að opna þá fætur út til hliðana. Og ég mæla alltaf með hafa hækkun undir setbeinunum, draga lærin aðeins út, rasskinnar og sjá og finna stöðu þar sem hækkunin er nógu mikil þannig að við getum haft hrygginn langan og beinan. Við erum misliðum með mismunandi bakgrunn. En það sem við ætlum að gera hér annarkvort að leggja lófa á læri eða sköflung eða teygja okkur í tærnar. Með langan hrygg þá öndum við að upp og frá, hellum okkur fram og niður. Og ef við erum liðu og náum að grípa stóru tærnar, þá gerum við það og þrýstum þumlunum í nöglina á stóru tánni. Þannig að við höldum hérna áfram og að tala að við eigum að ferðast hratt. Þannig að öndunum verður næst í eins og eldöndun. Við erum hálnum, þið bara haldið áfram, ykkar hraða, ef þið þurfa að hvíla, gerið það og farið bara eins djúpt og líkaminn leyfir. Þannig að við erum ekki að pressa of.
eða fara fram úr okkur eða með okkur. Finnum líka þægindin þegar líkaminn fer að treysta stöðinni, sérstaklega því hún er hröð, hreyfingin. Svona eins og bandvefurinn að gefa aðeins meira eftir og við komumst í bara náttúrulega. Síðustu sekúndurnar. Öndum að, lengjum hrygginn. Frá öndun leggjum við lófa fyrir framan okkur sem stuðning og gefum eftir inn í hrygginn. Þannig við rúnum vel hrygginn. Hakan kemur undir í áttabringu. Gefa eftir hér. Kannski hrista aðeins fætur í þessari stöðu. Pústa, blása, gefa eftir. Krossleggjum síðan fætur. Við ætlum að fletja fingurgóma saman og við ætlum að hreyfa hérna. Eins og við séum að spinna eða vefa hérna. Og tala að úlnliðirnir eiga að vera sem stöðugustir og fingurnir beinir og á hreyfingu. Þannig að við látum að gefum eftir stjórnsemi. Að reyna að stýra hreyfingunum og leyfum svolítið líkamann bara fingrunum að leika sér. Nú finnur þú ert í fingurgómunum. Njóta, höldum við lítið lengur áfram. Öndum að, höldum, þrýstum fingurgómum saman. Frá öndun slaka niður, gefa eftir, finna. Við ætlum síðan að leggjast á bakið og við ætlum að koma í mjaðmalyftur með beinan líkama. Ég vona að þið sjáu mig, en annars er líkaminn bara beinn, hendur meðfram síðu og við erum að spyrna í hælana með fætur beinar og dúa mjaðmanum hérna upp og niður. Við þurfum aðeins að nota olnbogana, þrýsta okkur niður. Þess að geta hérna. Ef þetta er of mikið, þá færum við iljarnar í dýnu og lyftum bara hérna mjúklega. Þá vinnum við meira með rass og aftanverðlærin. En lykilatriði hér er að aðeins að bánsa eða hrista mjaðmirnar. Ef fætur eru beinir, þá erum við að vinna með miklu meira styrk inn í lærin og allan líkamann. Og geti jafnvel bara ferðast á milli. Og leiði hérna kviðinu vel að hristast rassinum og hristast. Ef við erum með eitthvað meiðsli í rófi beininu, að þá erum við bara hægt og rólega að ferðast. Að gefa okkur frekar bara mjúkar, litlar stuttar mjaðmalyftur. Þannig að við erum alltaf í hlustun.
vinnum þetta 1 mínútu viðbót. Ég vildi ekki að þið séð ykkur en ég hveti ykkur áfram. Lyfta mjöðmunum, dúa, hrista þig. Og það er svo skemmtilegt að segja hérna create a sound like a galloping horse. Þannig að goppity, 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 move fast. Move fast like a horse. Upp og niður með mjaðmir, stutt eftir hjá þér. Upp og niður, hrista. Ég virðingu við þig, líkamann þinn. Við öndum síðan að og lyftum mjaðmannum, höldum. Halda og slaka alveg niður, gefðu þér hérna algjöra slökun eftir gjöf. Slaka, sleppa, finna mjaðmirnar glaðar, líkaminn, blóðflæði. Og við liggjum áfram, flötum beinum. Sem við gerum núna er að við lyftum höndunum upp í loft, við búum til hnefa og við látum síðan hnefana lenda aðeins fyrir innan axlir. Þannig að við finnum það kemur svona smá hóla og þar lenda þér. Þetta er svolítið náttúruleg hreyfing ef að það er sveigjanleiki inn í axlum. Finnum bara hvernig öndunin flæðir með. Losa spennu inn í axlasvæðin okkar og inn í brjóstvöðvana. Upp og niður. Og þú heldur áfram hér. Upp og niður og nuttar hérna axlirnar. Heldur áfram örlítið lengur. Örlítið lengur. Öndu síðan að, tegjum hendurnar upp 90 gráður. Frá öndun, slaka hendum með fram síðu, gefa eftir. Dæsa. Og við búum aftur til hnefa. Og ég get ekki að því með míkrófónin. En við erum sérst að tappa hérna á bringubeinið. Þannig að tappa hnefanum, hnúanum á bringubeinið með jöfnum takti. Og finnum hérna ef það er einhver viðkvæmur punktur að staldra þar aðeins við, halda tappinu inn á það svæði. Og alltaf ef það vil dæsa, losa út af munninn, gera það. Þannig að heldur áfram hér, tappa á bringuna með hnúum. Örlítið lengur, stutta stund til viðbótar. Flytjum okkur síðan með flötum lófa hér á fingurgómum. Þá ætlum við að tappa ennið. Þannig áfram í liggjandi stöðu, augun lokuð og við finnum hérna og tappum inn á ennið. Smá stund hér, finnur þéttni sem er í lagi fyrir þig. Tappi, 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 tappi. Losum við spennu inn í enninu og þennan máta. Örlítið lengur. Hvíla síðan hendum með fram síðum. Finnum áhrifin inn í andlitsvöðvana hér. Og áfram finnum við líkamann er ein heild. Finnum hvernig þetta vinnur allt saman. Við ætlum að draga hnén nær okkur. Við ætlum að grípa hérna, hnén fara út til hliðana og við grípum ytri jarkan á fótunum og hér ætlum við að rugga
á hryggnum fram og aftur. Ef þú nærð ekki að halda metri í jakkann, þá bara heldur hnén. Og ef þú nærð ekki að rugga þig fram og aftur, þá bara rugga þig til hliðana. Og hvað sem þú viljið að gera, að hafa gaman að því. Ekki dæma hver líkaminn þinn í dag. Gefðu honum svigrúm og hlýju, aðlögun í hverri stöðu. Og við erum að finna léttleikan hér, leikinn og nuddið á bakið. Nú heldur áfram hérna í smá stund. Og jafnvel ef þú vilt að ferðast alveg vel aftur. Og rassinn kemur hátt upp. Þannig við náum líka að nudda hérna axlir og herðar. Lítið lengur. Þín síðasta ferð fram og aftur og síðan að leggjast á bakið, hendi með fram síðu. Nú ætlum að breyta okkur í snáka hérna. Þannig að þú ímynda þér að þú ert snákur sem að hreyfir sig hér á bakinu. Þannig að finnur hérna að höldum svolítið þétt við gólfið og skjótum augunum til hægri og vinstri. Og þetta þarf ekki að vera stór hreyfing. En við réttum úr fótunum aðeins meira, teygjum aðeins meira úr okkur öðru hvoru megin eftir hvert mjaðminn leitar. Þannig að hér snákar hreyfing. Þannig að við erum búin að vera hestur. Já, það einmitt ár eldhestsins og snákurinn var í fyrra, þannig að það ykkur hérna hamskipti sem eftir eru að leyfa því gömlu skinni úr sér gengið hugmyndakerfi og skilja það eftir við jörðu. Þannig að jafnvel þú finnur svona eins og sért að frelsa þig undan gömlum hömlum. Gerum þetta örlítið lengur, þú heldur áfram. Örlítið lengur. Og svo gefur þau alveg eftir. Það er komið að, ætlum að gefa okkur slökun, þannig að ef þú vilt teygja þig í teppi eða leggja púða undir höfuðið en hnésbæturnar hvíla yfir augun þín, að gera það hér. Og gefum alveg eftir. Finnum áhrifin sem krían hefur haft. Bæði líkamlega og andlega. Sleppum þunga niður til jarðar. Leyfum okkur að dæsa ef vill. Líkaminn er þungur, slakur. Og meðvita hér svona eins og einu sinni tvisvar með önduninni að nema og skynja að það er ykkur spenna að anda inn í það svæði og gefa eftir með fráöndunni dýpra inn í svæðið. Finna að þú þarft ekki að bera neitt eða halda í neitt eða halda á neinu eða neinum. Hér er það hjartað sem hvílir og trónir efst. Hver hugsun fær að falla. Öll viðbrögð.
Komum sér rólega tilbaka. Við ætlum að koma inn í hryggvindina. Þannig að dregur bæði hnén upp að bringu, finnur hnén falla yfir til hægri og vinstri handleggur kemur upp með vinstri öxl og við horfum yfir til vinstri. Þannig að við vindum upp á hrygginn hér. Og það er velkomið að rétta úr neðri fæti eða fætinu sem hvílir nær jörðu. Við leitumst við að halda báðum öxlum í gólfi eða dýnu. Og ég býð þér að anda hérna inn í svæði umhverfis rófubeinið þitt. Þannig að finnum það að víkka, stækka. Slaka á grundabotninum inn í vindinni, hreyfingunni. Spennum síðan grindabotninn, flytjum hnén upp að miðju og gerum eins hinum megin. Þannig að bæði hnén falla fyrir til vinstri og opnum hægri handlegg út og horfum eftir handleggnum. Axlirnar hvíla í jörðu og við vindum upp á hrygginn á þennan máta. Og hér líka þetta rétta úr fæti sem hvílir nær jörðu. Slökum á mjöðmunum, mjöðmagrindinni, gefum eftir. Og komum rólega úr stöðunni. Krían heldur áfram, þannig að við erum á bakinu, hendum meðfram síðu og hér ætlum við að lyfta upp bara höfðinu. Þannig að við finnum að við þurfum aðeins að spenna kviðvöðvana til þess að ná að halda hér. Þannig að við erum að vinna með skjaldkirtilinn. Styrk aftan í hnakka og framanverðan hálsinn og þú vinnur bara með þín mörk hér, þannig að ef þú þarft að hvíla þá hvíliru sjálfsvirðinu og kemur aftur upp þegar þú ert tilbúin. Þetta er bara 1 mínúta hér þar sem við styrkjum höfuð, háls og herðar. Við ætlum að slaka á neðri parti líkamans, þannig að það er engin spenna í lærum eða fótleggjum. Örlítið lengur, halda. Halda. Anda, muna anda. Og svo hvíla höfuðið þungt og slakt. Þannig að við fáum aftur hérna að hvíla, slaka. Gefa alveg eftir. Við sækjum hnén og dreifum hnén að bringu og í þetta sinn þá röggum við okkur upp í sitjandi stöðu. Við sækjum púðan okkar, flytjum hann undir setbeinin. Hendur í gíinn múdra þumall og vísifingur saman. Hvíla með lófum upp í átt að himni. Hryggurinn langur, augun lokuð. Og bara finna hér.
Djúp öndun. Finndu að þú hefur aðgang að lífsorkunniðinni. Finndu hann að streyma líkamann. Það dýrmæta afl, það dýrmætasta sem eigum er orka. Lífsorka, neisti. Og við ljúkum kríunni á því að nutta andlitið okkar. Þannig að við ætlum að rúlla öllum fingrum nema þumlum inn. Og við ætlum að nota hérna þumlana til þess að þrýsta á kinnbein, svona beinni línu niður frá augum. Þannig að við finnum hérna og þrýstum upp undir kinnbein. Og leiður að finna hérna að það er eitthvað viðkvæmur punktur, bara halda, þrýsta. Og höfuðið má jafnvel falla bara aðeins fram til þess að aðstoða með þyngd. Það er gott að finna hvort þessi munur milli hægri og vinstri og hvað það gæti verið. Leggjum síðan lófana á kjálka og við förum í hringlaga hreyfingu hérna með kjálkanum. Og leiður að mynda bara svolítið gott tog niður. Hringlaga hreyfing. Og síðan notum við fingurgómana, sérstaklega þess að hérna 3 fingur og nuttum hliðar, svona niður eftir eyrum og hliðar hálsins. Finna ábyggilega strenginn sem liggur hérna, leyfa ykkur að nutta vel. Og að lokum leggjum við flata lófa yfir eyrun og við nuttum hérna í hálfa mínútu hringlaga hreyfingu yfir eyrunum. Leggjum hendur meðfram síðu. Við finnum áhrifin hér, slökum á kjálka. Og við þakkum fyrir þessa kríu til losunar, streitu. Getting the body out of distress. Takk fyrir. Við innsiglum iðkunina og þökkum fyrir okkur með því að leggja lófa saman og þumla við bring og bein. Og í Kundalini jóga er vaninn að kveðja og þakka fyrir sig með Sat Nam, langt satt, stutt nam. Sat Nam er sannleikurinn, er nafni mitt. Og í hljóðunum er satt lífið og nam dauðinn. Þannig að við erum að endurfæðast með hverju hljóði. Við ferum 3 sinnum með Sat Nam. Öndum á. Sat Nam. Sat Nam.
Þökkum okkur fyrir hlúa að lífsorkun okkar. Faðma og halda á huganum, hugsunum. Faðma okkur sjálf. Takk innilega fyrir í dag. Sjáumst síðar.